Helga Elísabet Beck Guðlaugsdóttir félagsmálastjóri Fjarðabyggðar. Okkur langaði til þess að ræða við hann starfið, en einnig ýmislegt fleira. Hún samþykkti að taka sér örlítið frí á erilsömu vinnudegi til þess að ræða við okkur í Stríðsárasafninu á Reyðarfirði. Starfið á fjölskyldusviði Fjarðabyggðar og þar starfa 2 sviðsstjórar. Það ég, félagsmálastjórinn, og svo fræðslustjóri. Og félagsmálastjórinn heldur utanum og ber ábyrgð á allri félagsþjónustu í sveitarfélaginu. Helga segir starfið fjölbreytt, en finnst henni þetta skemmtilegt? Já, það mjög skemmtilegt. Krefjandi? Já, það óhætt að segja það. Það erfitt að reka bara alla þjónustu, ekki bara félagsþjónustuna, heldur bara alla íbúaþjónustu í svona fjölkjarna sveitarfélagi, af því hún verður svo miklu dýrari. Og þú veist, við erum bara með jafnmarga íbúa til dæmis á Seltjarnarnes, en Seltjarnarnes bara á litlum bletti. Það eru 2 skólar á Seltjarnarnesi. Við erum með skóla í hverjum kjarna. Eitt af verkefnum Helgu og félagsmálaþjónustu aðstoð við flóttafólk, en í vor komu 90 manns frá Írak. Hvernig hefur móttaka flóttafólksins gengið? Hún hefur í rauninni gengið bara samkvæmt áætlun. Við erum allavega mjög ánægð með hvernig hefur tiltekist og fólki sem kom til okkar búið að standa sig alveg ofsalega vel. Og við vitum auðvitað að þetta rosalega erfitt að fara úr einni menningu yfir í gjörólíka menningu og koma allslaus inn í eitthvað land og kunni ekki tungumálið. Og það alveg magnað hvað hefur gengið vel. Og þegar maður horfir á börnin blómstra þá sér maður hvað þetta mikilvægt. Og hvað þau geta síðan gefið okkur inn í okkar menningu. Frábært að heyra. Helga segir að móttakan hafi krafist talsverðs undirbúnings, en nokkur ár síðan að Fjarðabyggð lýsti sig viljugt til að taka á móti kvótaflóttafólki. Ég veit samt að það vantar stuðningsfjölskyldur og ég bara hvet fólk til þess að hafa samband við Rauða krossinn og bjóða sig fram, vegna þess að þetta ótrúlega gefandi reynsla að kynnast fólki sem kemur úr annarri menningu og þau hafa mikla miðla. Og hvað myndi felast í því að vera í svona stuðningi við fjölskyldu? Já, til dæmis bara að fara í heimsókn og drekka kaffi, fara saman út að ganga, bara vera félagi. Heyrið það, allir áhugasamir áhorfendur í Fjarðabyggð og nærsveitum hvattir til að fara á síðu Rauða krossins og skrá sig hið snarasta og leggja þessu lið, eftir þáttinn auðvitað. Þó að sé nóg af verkefnum hjá Helgu tengd vinnunni, þá finnur hún tíma til þess að vera bassafandur. Þeir moka peningum í milljónera á meðan þeir skera niður og skera hjá veiku fólki og fátæku líf og fylla vasa sín í og gríð. Það svívirðilegt sem þeir að gera. Ég skal segja ykkur hvar þessi feiti á að vera. Ég einn af stofnmeðlimum Austurvígstöðvanna og það vildi nú eiginlega þannig til að ég var svona wannabe bassaleikari. Það voru til einhverjar myndir af mér þar sem ég var svona eitthvað að monta mig með bassa sem ég kunni nú ekki mikið að spila á. En við Þórunn Greta hljómborðsleikari þekkjumst frá fornu fari og hún hafði séð þessar myndir og þegar Davíð fór að tala að hann langaði að stofna hljómsveit, þá náttúrulega datt Þórunni Greta í hug að ég væri kjörinn bassaleikari. Þannig að og ég hugsaði bara já, ég get nú alveg spila pönk, þetta nú bara einhverjar 3 nótur eða eitthvað, hamra á þetta. Ég sagði bara já. Og Austurvígstöðvarnar voru stofnaðar á sumardegi, minnir mig 2015. Nei, 16. Jæja. Og við drukkum kaffi og borðum vöfflur á stofn. Alvöru pönk í því? Alvöru pönk í því. Og svo svo komu Jón Knútur og Jón Hafliði til sögunar og Díana til að jafna kynjahlutfallið og gefa hljómsveitinni aðeins meira krydd. Það ýmislegt að frétta af sveitinni því hún nýbúin að senda frá sér efni. Platan okkar kom út á sjómannadaginn. Já, hún fór þá á Spotify. Svo þetta búið að vera að rótast inn vínilplöturnar og einn og einn geisladiskur úr framleiðslu. En já, það var ótrúlegt ævintýri fyrir óreyndan tónlistamann. Þið hafa nú fengið einhverja fjölmiðla umfjöllun
Já. Og gagnrýni hjá Bill. Það var nú aðalega Davíð Þór sem satt í súpunni með það. Við hin höfum nú svona frekar sloppið vel. En já, auðvitað textanir eru, það má deila á textana hversu viðeigandi að vera nafngreina fólk. En já, við erum bara svona pönkarar. Hér væntanlega Helga að vísa í lagið Arnþrúður er full sem olli nokkrum deilum. Austurvígstöðunar hafa verið víð í sumar og meðal annars spilað á Havarí, í V5 bílskúrspartí á Norðfirði, á Pönkhátíð hjá þeim bræðrum í Ásæll, auk þess að spila á Eistnaflugi. Það hlýtur að vera draum að rætast þar. Það er algjör draumur. Við spiluðum á Off-Venue í fyrra á Eistnaflugi og vorum alveg svolítið með stjörnur í augum hvað væri nú gaman að spila á þessu stóra sviði. Félagsmálastjóri á daginn og pönkar á kvöldin, hvernig fer það saman? Það fer vel saman. Þetta er sama hugsjónin. Þetta er hugsjónin að fá fram félagslegt réttlæti. Pönkið gengur út á það að arga og garga eftir félagslegu réttlæti og starf félagsmálastjórans snýst líka um það. Þannig að þú ert bara að garga eftir allan liðlangan daginn? Já, ég garga á félagslegt réttlæti fyrir mitt fólk. Ísland klæddur þvingar, þeir þekkja svo mæta vel marghófin sinn og þau sá og bára líka.